fast through red and white. No map, no plan, just your heartbeat in my hand. Stars that dare to fall, wrote our names on empty walls. Didn't care where it came.
And I see your lies, running fast through red and white. No map, no plan, just your heartbeat in my hand. Stars that dare to fall, wrote our names on empty walls. Didn't care how we came.
fast through red and white. No map, no plan. Just your heartbeat in my hand. Stars that dare to fall, wrote our names on empty walls. Didn't care where it came. Já, komið sæl. Kæra áhorfendur, við erum komin hérna í leikinn AH Esports gegn Level Gaming. Þeir remake lobby, þannig að þeir voru búnir að drafta, þannig við skulum bara fara hratt yfir þetta. AH Esports eru Radiant, völdu það, unnu Cointosi. Next Level Gaming völdu sér þá að vera first pick. Og þeir tóku hérna Íslandsrekan AH Esports, svarað því með Örsegir og Bane. Bane Örsegir held ég flexa á mid, offlane og fjarka. Ok, byrjum á, sko, ok. Next Level er með Green og Pain, gæti verið mid eða carry, I guess. Nævar fær loksins að spila Lycan, sýnist mér. Og Vector á Next Level Gaming. Og Medusa á AH Esports last pick. Ok. Já, þetta er Skye mid. Fjarka, Örsegir, Bane. Já, Örsegir, Legion. Það gæti kannski verið erfitt móti Spectre Jackira, ég veit ekki. Þetta er náttúrulega 200.000 MMR safe lane hjá Next Level Gaming. En já, Legion fær nú allan að dispel gegn Jackiro einna meir eftir hann er búinn að fá nokkur levels. Mid matchupi er náttúrulega klárlega Queen favored. En það er samt, þetta er ekkert það versta í heimi fyrir Seiker. Það getur nú alveg fengið einhver clips, það þarf náttúrulega bara að fá eitthvað bút og blink. Nei, já, joke, vá. Þetta er Skye, já, Skye mid, joke, Fjarka Örsegir. Ok, ég hef nú aldrei séð Skye Queen matchupið mid, en ég myndi halda kannski nær Skye að drepa Kopp, ég veit ekki, en Kopp er nú allan að koma með þetta nýja innate sem að held ég hjálpa henni alveg svolítið. Annars held ég samt að þetta ætti að vera Skye favored upp á svona harass dæmi, sko. Erfitt fyrir Queen að komast að Skye í laneinu. Hún þarf, held ég, að spara blinkið sitt. Já, hérna sjáum við Hilmis Medusana, rosalega hætturlegur á þessari hetju. Það er spurning hvað Nævar getur gert á Lycan. Faster tier Lycan. Æ, ok.
Við erum sem sagt með Hilmir, Osamo, Medusa. Við erum með Vigni, Fresh Prince, Bane, Aron, Clardiatic á Þykir Fjarka. Við erum með Adam, Þunglundamund, John Commander, Offlane og Bjart Low á Sky Mid. Hvernig strax byrja að skáta allan að Spikkurinn og Legion inn. Við erum með Gretar á Queen of Pain Mid með Ævar á Signature Lycan, loksins fær hann að spila Lycan eða Sú-hetju. Strax búinn að queue upp helminn, like that. Byrju, Kopp líka með helminn queuean upp, ekki segja mér, já, hann líka með helminn queuean upp. Hópa ekki búinn að queue upp helminn en Spectreinn að sjálfsögðu með helminn queuean upp. Þetta fárveikt. Heldur áfram að skáta hérna með úlfunum. Þetta ekki úlfinn, vel spilað, Bortinn niður. Enginn sem ætlar í helm hérna. Þannig að þetta eru 4 helm á móti 0 helm. Ekki nema, ég trúi nú ekki, ég held að Greta sé svona bolla sko. Trúi ekki að hann ætla að kaupa, já. Hvort hugur. Ég get vel trúað í að Biggi myndi alveg kaupa sér helm á Rubik. Gott. Halló, Ernir og Bergur. Komnir. Dreymi. Og Harry strax byrjaður að pota í Adam. Það mundur Orbin hérna. Já, honum er refsa fyrir það að vera 1 hérna á þessu leini, búinn að taka 400 damage strax. Gott. Hvaða missioni er þó eiginlega í? Af því hvað hann var að gera þarna. Hann ætlar actually í bottom á Sky. Ég hef aðeins verið að spila mótið sem Sky bit og oftast er bara eitthvað, það er bara staðgreitir einhverju 3-0 eða eitthvað. Ekkert bottul. En þetta er aðeins hefðbundnara item choice á Bjart. Þeir eru að refsa harkalega hérna maður. Það er mjög weak laner sem Bort. Legion líka freka weak á early levelin. Ég næra að stoppa pullu, vel spila hjá Guardiatic. En það pulli eitthvað fær, blóðsprengja, fullu kasta út, annað að dæfa. Bíddu, eru að hópa að keyra yfir sig, nei. En hann ná nú ekki eftir hvernum. Mitt. Báðu komnaði bottur hún. Þannig að lastitinn eru frekar even. Neyri mitt bara að fara í screenbuild eða kvop. Bara að farma. Vilja að Biggi er búinn að queue upp hjálminn á undan Big og Haras. Það er ekki að dodga þetta því miður. Og hérna skjúra leinið algjörlega fyrir fannar. Geta eiginlega ekkert, þeir voru ekki að koma nálægt honum einu sinni. 21 lastit strax á Chromium Spectre sko á 3 mínútum. Það búðar ekki gott. Það er alveg agalegt.
Já, slípa bara þennan úlf. Hvað facet er hann? Já, hann er með þetta. Hann að hvers getur sem hann fær kill þá fær hann lengra úlf duration. Ekkert mikið að gerast í þessum leik fyrir utan það að það eru algjörlega sónaðar út hérna á topplinu. Spectre að fríkoma mid-gæti nú reyndar. Eitthvað bara að gerast þegar báðir levels hérna. Tónum raindrops hérna á hvað. Ok, hann keypti nú allan skó á undan á Rubik. Hvað hann alltaf að gera með stikkið. Þá er eitthvað að berja tilbaka. Væri nú allan að gríðarlega sterkt ef þið myndi fá einhverja hjálp frá Skye ef hann nær rúninu sko. Ég held að Shaker og Bane færi sem mitt til að secure þetta 6 minna. Það geta þær alveg komið eitthvað smá tilbaka hérna. Já, Koppin ætlar ekkert í daggerinn með bondage facetinn. Það eru margir lói í þessum leikmaður. Skye, alveg búið með mannaði sitt. Oh fuck, já, Hobo finnur hann, ok. Setur hérna aggressive ward væntanlega til þess að slást síðan Wisdom rúnið seinna. Velspilaði honum að færa sig núna mid. Gang Biggie mættur topp líka. Já, hann mætir hérna mitt í rúnið, ok. Leipur og kemspurt og hvort hann ennþá að berja sérna. Núna held ég að Shakerinn sé átinn, já. En allavega ekkert rún á Quap. Það er jákvætt. Skyeinn þarf samt alveg að passa sig. Á 10 stig getið fengið första manna og Hobo mættur aftur topp. Það er þetta í Wisdom rún. Já, ég held að við fallin hérna á þungmundamun. Fortified their structures against attack. Radiant's middle tower is under attack. Hvar er Vignir? Vignir er mættur allan, ok, þeir munu fá þetta Wisdom. Það er jákvætt. Siggi tipið bara tilbaka í sitt. Hobo tekur smá harass hérna. Hvorugt liðið er búið að vera eitthvað að stakka sýnist mér. Þannig í boði. Það er svo sem ekkert margar hitur sem að taka endilega að stakka. Ekki Spectre leikan að með dút og fílar það en já, þá hefur verið pínu upptæktur hérna að reyna bara að deyja ekki. Já, Kopp bætti gangið. Það er öskrið. Spilum nokkrum típum hérna frá leikanum. Þeir eru að reyna að pressa aðeins á meðan. Hún er nú með allt í lagi XP, rátt fyrir allt. Já, hann ætlar ekki inn í Helmdóm á Spectre, hann ætlar bara að rössa orkitinn, finna beinin hérna, nota Spectre útið. Rún, bot. Samt er að spila eitthvað aggressiv á því sem Skye myndi halda. Og botturnin fallinn.
leikmannanöfnin á, hvað? Já, byrjuðu á okkur þá... Æ, fuck. Seinna Spectre ulti notað að finna beinin. Medusan hún í klandri. Mér finnst að engin hjálp í boði. Takerinn að tepja inn. Hann að lifa frekar mikið. Gæinn mun örugglega að fá killið þarna á... Ó, nei, Hobo, ok. Á honum, þrátt fyrir allt. Aðeins verið að augra þarna, já. Já, þetta virkaði, ok. Þá byggjum þetta Ernir eða? Það verið að ganga Legion að hann finnur samt eitthvað á sér. Með vord hérna náttúrulega. Þannig að hann sá voppin að koma. Bakkar bara út fyrir. The dire scan. On the hunt for radiant forces. Invisibility. Fullt af hættulegum vordum hérna í boði fyrir Spectre. Það eru með vord hérna á milli tier 1, tier 2 mid. Tier 1, tier 2 top. Hvað, síðan enginn sem ætlar í helmdóm nema... Já, nema Snævar, oft. Voru hún spettur fyrir 4 helmdóms, en... Þetta er svoleiðis í búið. Hvað... Risakopp últirna. Já, ég er sammálaður Randi. Nei, ég er ekki sammálaður samt. Mér finnst þetta skemmtilegt. Það er verið að keyra yfir AH eSportsina á þessu millinni. Lítið, fólk lítið eiginlega tvöfalda þess við þetta. Það fundur Skæinn strax, hann náði eiginlega ekki að nota hann inn að spella. Og ég held að eftir það þá sé fightinn bara dead, sko. Það verða að komast upp. Ekki komin í level 6. Chromium kom með Orchid. Fokk maður, djöðl er þetta góð tímasetning. Með 84 lastið á Spectre, sko. Holy. Nú að reyna að ná einhverju pressu á bottunum. Þeir eru að missa tier 2 bot, sko. Það er bara engin hitt eða sem getur staðið í þessu, í miður. Spectreinn últar. Já, það er bara segir killið. First bans Ernir voru held að AHI hafi bannað á Marci. Og byrju, það er eitthvað góð hérna. Lækan er búinn að últa, hann er að hlaupa, Úlfurinn er að hlaupa. Fresh Prince er í klandri. Því líkt Ravage. Í klandri, hann dílar náttúrulega svo ógeðslega illa við hennan Lækan. Já, hann fellur bara sko. Shit. Erfitt að díla við Úlfinn. Það mætti topp í toppturnin. Topp er að reyna að fá level 6 hérna á supportunum, fær level 6 núna á Shaker. 1400 kall í blink. Það er svo erfitt fyrir að koma tilbaka í þessum leik, þið verður bara að reyna að ná einhverjum í duel plus gæjúlt eitthvað. Það er engin hitjahöfum sem að farma sérstaklega hratt fyrir utan kannski með dús. Það er nú geta eiga versta leik í heimi. Hann er efstur af sínu liði.
Jackie Ronin klandri, ok, fullt af gulli fyrir Lóu hérna, ég meina Hope og Harry var bara á pari við hann, þannig að já, vel spila ég honum að fá kill, núna þarf bara að komast út frá hedging, koplingar inn, það er honum ekki samt. Meðan fær Medusa bara meira pláss, Radiant's top tower jákvætt. under attack. Og með ult líka á Fresh Prince. Ég held að þeir þurfa bara að reyna að halda áfram að reyna að push við þessum waves. Ok, þeir eru með fjármannsmókina. Reyna að kombo á spilinu sinna og Lóu er komin aftur með ult. Ætla þeir að fara í Snævars. Sjá hann náttúrulega ekki en ég sjá að creepin hans sé hérna. Radiant should look to their top tower. Og framhjá honum sjá hann ekki, er að leita spekturnum. Gætu mögulega fundið hann. The Radiant scan, Sjá hann. eager to know Dire's En hann kemst inn í tríð maður. Það fucking takkar þeim. Ok, hlaupa burt. Þannig díla við þetta push á meðan. Meðan er Hobo aldrei sem vant annars staðar á mappinu að farma. Eins. Vortar hérna og hendur upp ward. AH eSports ætti nú að vita að þau væri með ward hérna. Þá hann setja niður optin fyrst. Hobo er stendur framalega hérna, er að augra. Þeir eru ekki búin að dewarda þetta og sáu greinilega ekki að þeir voru búin að warda þarna. Á regionunum hérna. Wu er í bakgrunni að elta. Vill ekki fara í shakerinn endilega. Það er með dúsuna, byttu, rísa ult. Við náðum báðum, byttu þarna kemur slammi. Náðu tvo. Nei. Rómum er mjög low en drepa shakerinn. Medusa það bara hlaupa í frontinn. Þetta er alvöru það hérna hjá Nextlevel Gaming. Biggi mætti með enchant hóta með. Nice. Radiant's middle tower has fallen. Já, ég veit ekki hvað skal segja sko. Ok, á kannski fyrir hérna á Hobo, nei það er ekkert að lofa. AH menn þurfa bara að reyna að skjóta þessum lanes einhvern veginn sko. Sérstaklega þegar þeir sína sér nokkru hérna. Það er góðu ward hérna frá Hobo sem AH viti af honum. Ok, þeir eru mættir í rós. Þá minnkar aðeins pressan á AH eSports mönnum. Og meðan þeir taka hann. Já, fyrsti strátið sko. Verkar nú þarna. Já, charge, bullets, okkar.
Takk neutrals. Shoutout neutrals. Myndur. Þetta er svo erfitt sko. Já, allir. Mappið er bara svo allt og lítið fyrir þá sko. Þannig nú allan að koma Manta. Erum með allt í lagi high ground defense. Það er alveg að detta í blink hérna á Sigurinn. Gætu gefið honum eitt wave, taka Fissura og Aftershocka. En við erum bara orðinlega fyrir eitthvað tanki líka á. Ég veit ekki alveg hversu effektív slammið er nema að sé bara milljón creep með þeim. Hafa ekki ennþá held ég, við höfum ekki ennþá séð held ég duel eða grip. Er frekar rough sko. Next Level Gaming er alveg búinn að loka á mappinu. Þannig er öðrum lane ward hérna. Þannig að það er bara svo erfitt fyrir AH Esports að komast eitthvað út. Þeir eru núna smókaðir 4. Ætla að reyna að finna Chromium, hann er alveg 1. Í hjálpi búið, það er bara erfitt að jumpa hann. Bakkar samt leikar að býtu, Shaker komið blink, flammar hann, henda öllu í hann. Á dúlinu, ok, frábær. Legioninn gefur öllum damage. Lúsan á meðan var að venda. Það fyrir missa ekki turnin fyrir þetta, en Nævar Brawler, þarna kemur grippið á Úlfinn. Vel spilað. Hægir allan á þessu, þannig að Lúsan lifir. Turnir ennþá, jú, hann fellur hérna. En fær hann creepið? Nei, hann creepinu! Óh! Hann rísamannar bot. Já, hann var með þessum 80 og leikann. En ok, náðu spektrinu. Það held ég að Shakerinn, já, hann er reyndar að fara í null og eitthvað. Allt í lagi, kannski að manna. Ég held að þeir eru bara að fá sér sjárn. Það púsum einum. Heistu kopp hérna, tekur sprettinn. Hér með dúsuna. Farma. Góðu lane ward hérna líka hjá AH Esports. Og upplýsingar. Með borda hérna. Á botlaneinu. Komum að fara í diffo núna. Á móti sem við manta komboð á hana. Það er eitthvað að gerast. Rúbikinn fellur, ok, og... Ok, nota Quap Screamið til að ná Legioninu. En... Killið virði alveg frekar mikið. Það er verið að góa á húsina, hún últar. Veitum burt, kemur Fissur. Það er hjálpitu. Nævar... Hann er með svo sterk creep sko, fokk hvað er mikið damage. Það er að passa, oh my god, krittaði hérna maður. Holy. Það var þetta 300 kritt á sjámanunum. Alveg damage. Þú er ekkert að spila þennan Úlfi í fyrsta skipti. Drax fallið enn allavega. Við erum að detta í Ace hérna. Hendur út vordum með annan sníku vord hérna, AH Esports. Þetta er góð vord. Bottað baklínuna. Þeir að mæta high ground. Vekturinn alveg að detta í diffóið. Jard hérna líka. Aegis runnin út. Átján K. Þetta úr því.
Við erum þá ekkert búin að stækka þar hratt. Stundum. Dire are scanning for enemies. Já, Seigarinn er að fara í sjálf. Það er jákvæmt. Fit for a queen. Einmitt, þegar Eisín lendir, komið diffu, þá geta þær ábyggilega farið að pressa þá svolítið. Það er kannski bækarandið með kríkonum, ég veit. Það er 5 manna smóki þetta skipti. Radiant's courier has been Ég killed. eru með alla spellarnir sína uppi. Já, Hope og Harry. Someone lays blame. Þannig er líka komið blink, ok. Geta mögulega að komboða þetta með Sky, Biggi. Finnur, sér það, rétt svo sér það en að blinka burt, vel spila hjá Bigga maður. Verður ekkert, engin refsing heldur reyndar. Radiant's middle Bara tower frekar is under jákvætt. attack. Já, Greitar, missar! Nei! Það fissirði en Líturinn er fallin, Chromium er komin inn. Það er öllum spelum held út bara Symphony of Skills hérna. Hoppinn er að elta. Radiant's middle tower is no more. Radiant's middle barracks are under attack. Og meðan er fucking Ævar og Hobo bara að splitta sko. Holy. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's top barracks has fallen. Loksins þeir grípið 250 gull fyrir Medusan allana. En já, þetta er eitt melee og eitt ranged strax hérna sem fellur. Þannig að þessu stóð. Það er nettur hlýtt borðið. Menn Axe á Hobo. Radiant's middle Gott dodge maður, Snævar, Micro. Radiant's bottom tower is under attack. Hann er með... Nei, hann er... Byttu. Það er duel á Hobo. Ok, ná Hobo. Það er alveg ágætlega mikið gull. Fellur á móti, en... Tapverðu... Gott eitthvað á Rúbikinn. Hentur blóðgrensu. Og Sky fær double kill. Ok. Það er mjög gott. Það er alveg einhver lífsmörk hérna hjá AH Esports. Radiant's top barracks are under attack. En vistu samt sem áður Radiant's Raxinn á meðan. will this speed the fight. Radiant's bottom tower is under attack. Dire Finna Medusan hérna. Gjöru. Ansi sterk kill og fá beinin í flokkabúk líka. Hoppinn ykkar áfram. Bæbak á bein hérna. Stendur í hlaupmjölulega og stöð. Gæðin fellur líka. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Það gerði ekki áður en verra. Hoppinn hoppa fram, beinin á bæbaki, byttu. Búinn, en vá sko, hann er bara étinn.
Radiant's bottom barracks under attack. Radiant's bottom barracks has Þetta eru mega creeps á 29 mínútum. Einhver nú náðalega að halda sér inn í leiknum. Það er lengi en það lukkar frekar bú. Og mikið tempo, hér leik fyrir Medusa. Og já, þetta er svona 3 hitjur sem eiga mjög erfitt með að tapa leini. Fyrir það að verkum að leikurinn var mjög hratt, mjög erfiður. Duel á... ok. Vá. Holy shit, hvað það var mikið damage maður. Grippu kill á Hobo. Grippu. Þeir eru að bætaka, þeir eru að falla samt á móti. Hopparinn, getar, næra lægstuna og hoppa út. Hann deyr. Tísunum deyr aftur og ekki kalla. Já, frábærlega spila frá Next Level Gaming. remember that a true competitor honors a pause. Já, ég hef svo sem ekki mikið að segja þennan leik. Next Level Gaming tekur þennan leik með glæsi bara að setja pásu á streymið og sé ykkur innan skams. Your spot are making them head.
velkomin áttur. Við erum komin hérna inn í leik 2. Þetta er miklu yfirburði frá Nextlevel Gaming fyrsta leiknum. 10 seconds remain. Sömu bönn hjá Nextlevel Gaming nema þeir taka út leikarinn núna eru núna second pick. AH Esports eru first pick. Warlock. Já, AH Esports eru banna aftur Fury og Marcy, Jack hér núna og Pegasus. Nextlevel Gaming taka þá í staðinn Warlockin, Hobo Warlockin fræga. Ég held að þessi Zeus geti alveg verið mitt eða fjark hjá AH Esports. Þetta er Lycaninn bannaður. Seconds. Spurning hvaða breytingar AH Esports gera í þessum leik. Þannig að strax komni með skárra wave clear. Sama hvort að þetta sé eða fjarkas. Það er frábær hetja til að standa í trjánum og húsa út waves. Radiant's turn to ban. Radiant's turn to pick. Banna beastarinn líka. Okay. En hann ekki að lenda í þessum klassísku hetjum var frá Snævari. Gaming bannaði þetta Disruptorinn líka. 10 seconds remain. Dire's turn to pick. Elder Titan. Okay, þetta er örugglega byggja frænda IT myndi ég giska. Við sáum nú Moislu spila hann Elder Titan gegn TTR fyrr í vikunni eða bara í gær. Þar sem að hann átti mikinn stjörnuleik. Annars, já, þetta hlýtur eiginlega að vera að fjarka IT. Ég sé eiginlega ekki fyrir mér Nextlevel spila Core IT. Ég veist að það væri þó líka pikkað bara núna. Frábær hetja til að setja upp hluti ín með Fatal Bonds, góð á móti hetjum sem base armor eða magic resistance, getur stakkað auðvitað, ampar upp hetjurnar í sín liði og bara mjög góð svona hetja. AH Esports svara þessu með Lich og Magnus. Okay, Magnus er held ég alveg annað X-pick hjá þeim. Lichin alveg örugglega 5. Fínt svar svo sem. Tvær hetjur. Ennþá meira wave clear enn í síðasta leik núna með Magnusinn. Aðeins meira svona reliable teamfight úr Lichinum. Kannski aðeins einfaldara gameplan en voru með í síðasta leik. Spurning vel svara þessu. Radiant's turn to pick. Okay, Sun King. Myndi giska að þetta væri mid Sun King, annars er þetta svo sem alveg flex líka, mid og offlane. Hetja. Við höfum nú alveg séð Greta spila Sun King áður, ég veit ekki. Það var spila hann áður allan í official þá, en hann getur ánefn að spila þessa hetju. En ok, Marsin, ok. Þannig að þetta er bara mid Sun King offlane. Mars er að fara svolítið all in í teamfight hérna.
Spurning hvernig AH Esports vilja svara því. Dæmis Silencer Open sem að Next Level bannaði í síðasta leik. Wraith King væri líka pick. Það lendir kannski í að það væri bara valta í öðrum okkur Slardarinn. Bara, já, eiginlega annað flexpick. Ég held að geta alveg spilað Slardarinn á okkurum rólum. Það vinsalastur á mid og offlane. 10 seconds. Hefur alveg síðan spilað hann sem carry líka. 5 seconds. Radiant's turn to ban. Samt kannski hitta sem að suffera svolítið á móti. Það gífarlega miklu Next Level Gaming á 10 seconds remain. hérna. 5 seconds remain. It is Radiant's ban. Troll bannaður hjá AH Esports. Lifesteal bannaður Gaming. Bæði lið eiga alveg ágætlega mikið af reserve tímanum sem eftir. Geta tekið hérna til að það vilja gera. 5 seconds. Að Next Level Gaming stýrta þá væntanlega þannig að þeir eiga eftir carry pick sem að kannski svona líklegast. AH Esports þannig að þeir eiga sem ég held að sé alveg garanterað. 10 seconds. Þetta er svo sem 5 seconds remain. það er hjá AH Esports líka, þeir eru ekki búin að sýna strax á offlane. Það er ekkert augljóst hver er að fara að spila á þessu offlane þá bæði hver er að fara að vera supportin og hver er að fara að vera foreign. Það er kannski, já, annar fær ekki jafn gott lane pick. Dire must choose. Þannig, ok. Já, mér líst ágætlega á þessi töpan frá AH Esports. Það Next Level þurfið mitt 10 ég seconds high remain. damage burst carry þar sem að þeir eru svolítið all out í bara að henda út spellum og 10 sekundum setna eru allir spennandi búið. Hvað ætlaðir að pikka? Þetta er svo sem aftur alveg út fyrir að vera allt í lagi leikur, græðir svo sem ekki armórnum. Og aðeins meira bætúri. Ei. Ok. Ok, Slardar, Carry, Magnus, offlane Súsbeit eða Magnus, Carry, Slardar og 10 seconds. ég held að þetta sé Slardar, Carry
frekar seconds. á AA. Fjarki og Lich. Og þeir eru með bæði svona physical og magic amp. Startarnum og AA-inum. Hvernig hvort við erum með nógu mikið damage yfir höfuð en annars. Já, Terrorblade. Select your hero. Make the ultimate choice. Já, fínt Terrorblade pick. Það er ekki mikið sem hann ætti að deyja í hérna nema hann sé bara Remain. startar bassaður og RP-aður og fær öll magic bustin í sig. Já, við sjáum þetta er Hilmir á startarnum, Harry og offlane Magnus og Adam. Pikkar enda sko rankingin inn í sjús. Þetta sé bara ágætt mid matchup hérna fyrir Bjart. Já, svolítið, já, ég aftur inn á þetta bara mikið teamfight hjá Next Level Gaming. AH Esports alveg líka með teamfight en geta líka fightað meira svona off cooldown. Það verður áhugaverður leikur og allan að erum með aðeins þægilegri lane á offlaneinu. Hvernig botlane fer, slardar móti Marsna. Svakalega Warlock. Og flottur slardar líka. Í þetta skipti er Next Level Gaming á Radiant. Við erum með Tanner Chromium á Terrorblade. Við erum með Einar Hobo á Warlock. This was really disappointing. Bigga á This was really disappointing. I was very disappointed in myself. Snævar á Mars og Gretar á Sankey. AH Esports erum við með Low eða Bjart mid. Við erum með Ossum á Hilmi á startar Karri. Vignir Fresh Prince, Lich 5. Benedikt Aron á AA Fjarka með Adam Þung offlane. Bæði lið standa sikkur við annað hérna. Við erum með smá svona harass hérna á offlaneinu. Hann kaupir hérna orb of Venom. Warlock er náttúrulega svona frekar góð hitja á móti því til að healið og það bæði sig og tarfiðinn. Hérna ætlar að lemja, fiska hann ætli líka að stakka. Það eru AHI-menn komnir hérna vinstra á mappið og bara vera eitt hérna. Þessu vortin bara nákvæmlega saman. Já, ekkert spennandi sem gerist aftur í 1. Bæði lið bara 1. Engin entry í bóði samt. Það Greta bara fá það veifið nánast angstfæstir nema Low nærurna range grip velspilaði á honum. Strax kominn Fatal Bonds á það báði þarna, hann er sérfræðingur í Fatal Bondsum. Kampinn er ekki blokkaður, svo nætti hann á það. Smá harass hérna á hægilegt á botthjóli sitt. First blood, holy moly, mista þessu maður. Þetta er það er allan first blood.
fyrst, en deyr eftir það. Marcel fékk reyndar solo, er frekar gott fyrir hann. Hann ætlar hann á augrunum, nei, honum ekki. Já, hann frýs og Rass hérna, en hann er strax búinn að shadowworki auð, en verður til að sjá AH Esports reyna að stakka eitthvað í þessu leik líka. Þeir eru alveg með hittu sem getur stakka með Magnus getur að, Susi getur að Rass hérna á Vú á spjót samt, þannig að passa sig að vera ekki spjótarinn í turn og notsa spjótið, vel spila hjá AH Esports. Ég er að lemja frá sér en rétt svo mér komnir hérna vordar hjá Low, þannig að hann ætti að geta séð Grétar hérna meira. Grétar er hérna með counter sentry ready. Vel gert hjá Fresh Prince hérna að pinga og augra og allt það. Gott. Kom ég nær að mæntilega lappa niður bara lappa niður eigin hérna. Já, ok, startar að koma level 4 með XP advantage hérna. Reynu líka óvægilegt last hit of battle. Gott Haras. Gott sleep frá Bigga líka. Ég er að lemja frá sér. Mikið damage en hann á 10 stykk. Vita er af því. Þetta ekki verið að chase ansi langt en býtu. Það var Já, núna í AH Esports erum við tölvört sterkari spella ef þeir lendi í því að tapa leinum. Þeir er miklu öðru að nota EE-blasti held. Legion, Duel og Bane grip þegar þú ert að tapa. EE-blastið og súpið og svona. Þetta eru góð adjustment hérna hjá AH Esports. Leik 2. Þeir eru líka að ná að stjórna steiflinu ágætlega hérna. Double Fatal búinn samt ekki gott. Chromið mig byrjar að fylla bókina. Nær honum. Það er skárra fyrir Adam. Það er allan að standa í veifinu. Spila. Bobo og Chromið. Alveg galið sko. Standuna á Ég mættur Droppar Lichen, dreipur kurýrinn. Þetta er maður, shit, þetta er gott kurýrkill hjá Bigga maður. 6 minnar hún Hist bot Grétar á komið ná að gera eitthvað með það. Bara full utility build hérna á Magnus. Bara dúa hann upp brown boots. Að tjekka á því, er einhverju helmar þar upp? Dire's bottom tower is under attack. Það mætti bot, ok, eigin
Þeir áður nær að tipja burt. Chill mættur líka samt. Chromium kannski vant að Gretar mættur inn. Þeir ná að drepa Chromium og Gretar úti í búið. Vistorður spannur eftir 5. Þeir ná Gretar líka, hann á stun burt. Er einhver að spila að það Vision? Ó, hann hittar hann! Og þeir ná Gretar líka. Ábæðilega að spila hjá AHV Sports. Á hérna tveimur sterkustu kórunum hjá Next Gaming. Púlinn. Komið level 6 á slarkar, þetta er gott harass. Vel spilað hjá Bygga að stoppa þetta. Oppo mættu mitt að setja súpu á turnin, flott. Asus getur gert í þessu nema að reyna að núka waveið bara. Það er alltaf alveg að losna aðeins pressan af Adami. Jákvægt. Rún. Flottir næja hérna hjá Rondo. Ertir næja, ég held að low lappi base. Já, ætlar í Echo sem þannig að hann vill bara fara að slást sem fyrst. Það er að fara að ná að elda niður Jen. Þeir að tipja burt. Samspurt. Hann er samt ekki base. Hann er ennþá ógeðslega lágur. Það er bara að skára að tipja í base. Þeir eru að góa massin. Hann nær fyrir að rýna, en já, þeir ná honum, ok, vel spilað. Komið RP líka á Magnusi, en þannig hann að gæti alveg eitthvað að fara að gerast þetta. Rún konur eftir hálfa. Rash Prince er komið út. Það er mikið XP á þessum lið. Til að jákvægt. Lítur nú allt öðru þessu út en síðasta leikur, bara innan 1K lead fyrir Next Gaming. Þurfum við bara að reyna að fá smá hérna á AA-inn. Já, en Oppo fær innis, komið Lex líka á ennþá innibó. Ætlar æja, standard. Radiant should look to their bottom tower. Þeir eru að stara okkur annar á góðunum. Já, Sanking mættu topp. Ekki komið blinka ennþá. Þeir langar að drepa svartarinn. Þeir eru með Golem og Arena og Epicenter bóði. Stígur fram. Ok, það er Golem að Fresh Prince byttu svartarinn hleypur einsam. Ó nei, þetta er ekki gott. Byttu. Ó, Itsuki. Ó, þeir ná Gretari. Oppo er mjög low. Þetta er halvt level í eigiblasti. Svartarinn lifir þetta af. Eigin er mjög tæpur, en hei.
nota golem, betur Thunder líka nota bot. Þannig að öll teamfight úrslitin hjá Maxwell Gaming notuð bara fyrir lit. Dire structures are fortified. Já, þá reyndar pressu á turninn að bana. Dire's top tower is in danger. Það er komin Blink-King. Það kannski er þetta við Finn. Dire should look to their Morphosis er að klárast. Dire's top tower has fallen. Ein á sú. Okkur fellur. Það mér vesinni með turn. Það var lent í því. Hérna upp á Magnus. Magnus líka komið blink, bara góð tímasetning. Sérstaklega með Null og Bracer líka. Já, hópóðina, þeir eru 3 mid. Bot RP. Þeir eru lengra inn. Mitsuti. Tankingin fallinn og hópó líka fallinn. Frábælega spilað. Fyrir Hilmir inn en Gín er virkilega hraður með Astral buffið. En vel spilað hjá AH Esports og Network er ennþá bara sama, það er bara jafn. Þeir eru alveg búin að ná að slökkva í þessum Sand-King og nota spelana sína vel. Núna er hann ekki ennþá komið X á eigi samt, það verður að finna smá XP. Creep kannski. Þetta creep. Þetta ekki ennþá komið með það. Brass Prince. Og smá í vesinni. En fellur á endanum. En þetta er samt 4 hitjur hjá AH Esports aftur, bara fyrir þeir eiga núna best út aftur. Boxins fær eigin blasti sitt. Dire's middle tower is under attack. Vistum búinn að spona, verður mættur í sitt. Volume 8. Dire should look to their bottom tower. Tankingin. Það inn. Þeir skjúra burt. Það er enginn sem fellur þarna, það er ekkert Sand-King í og enginn golem. Hann á ennþá Marsarinn samt. 4 manna storm. Marsarinn, Adam lappar út úr sig, hann er að fá RP. Eigiblasti. Að klippa Marsinn. Það er RP í boði. Brass Prince endar á því að falla. Þarna kemur RP. Og svo spilast þeir ná Chromium. Frábælega að spila hjá AH Esports. Biggi er að reyna að hlaupa burt en Low er með mikið damage. Já, það er alltaf að gerast þetta. Vel spila hjá AH Esports. Aðeins að reyna að finna út. Audio issue hérna. Bergur, ertu vissum að þú sért ekki bara með of lágt stillt hjá þér? Allt er bara... Það er allt bara venlegt hjá mér, sko. Já, audio levels hjá mér lúkka bara allt í lagi, sko. Ekkert. Ég er að reyna að þetta eitthvað. Radiant's bottom tower is under attack. Heyrist ekkert í mér.
Halló, heyrðist betur í mig núna eða? Það ætti að vera skárra. Ég satt hjá mér út að heyrist bara. Já, eða heyrist ekki þegar ég tapar út. Þannig að hvernig er hljóðbalansinn núna? Það er hérna Dota, fullt að gerast í Dire's top Dota. tower is under attack. Þetta er þetta í lagi. Radiant should look to their middle tower. Það er svona, ok, gott. 5 manna smók á AH eSports, allir spellar í bóði, það er að fara að koma rosalega tímpætt í þetta. Grittar. Eyjablasti hittar hann. Geggja er rýna samt hjá Snævari. Það er Osamo hérna, Osamo þarf að reyna að komast út. En, nei, ok, eða ekki, bara leið mig tilbaka. Allir spellar notaðir. Það er 3-1 fyrir allt og heimska þessi fætt. Spila hjá þeim, ekki einu sinni RP nota, þannig að þeir geta halda áfram að pressa hérna eitthvað. Alveg að vera komið með Axe á sús. Radiant's middle tower is under attack. Problitinn með Anta á leiðinni býst ég við, já. Radiant have fortified their Hafa aðeins náðu að slökkva Radiant should look í Fannari. tower. Fannar eru alveg nýjafnir hérna. Og mér finnst það komið bara nettur hérna hjá allt og heimskum. Makes the ultimate sacrifice. Scanning for enemy. Það er hann að tipja út, rétt svona að stoppa hann. Þetta er bara, já, full utility Magnus þetta með Aetherlens Blink og Maxa. Sjá það, Fresh Prince er að hleypa burt. Það er hent út 7000 vordum hérna á leiðinni. Íbaður, spennaður, hleypinn. Bottom tower is under attack. AH eSports vilja samt vendi þetta, Magnusson er að respawna. Hvað Masterful mark. Soul Gaming ætlar að gera samt. Alveg að þetta í Axe líka fengi. Soldier's fortune. Spennandi. Líka á slardarinn líka. Á Mars. Bara frekar standard, Hobo. Bara að fara í Glimmerinn. Þurfa kannski að reyna að ná að opna upp mappið eitthvað, taka middturnin, taka botturnin á næstu skrif. Það er 2 manna smók hérna. Hann breykar smókin hjá Hobo. Það er Wisdom Fight Fresh Prince. Ekki frændi strax dreppinn, það er ekki út últi í Mars líka dreppinn. Nota spellarnir svona vel hérna AH eSports og venda Wisdombrunni. 2 fyrir engan. Dire's top En nota að is vísu under attack. öll stóru últin. Á góliminum líka. Og á meðan var Fannar bara að splitta topp. Vel spila hjá AH eSports. I'll take your Radiant's middle tower is under attack. Og Harry setja sig í stellingar til að venda þennan turn, en AH eSports er saman turn að þeir alltaf keyri meira. Nágrétari, hann er komið sjardir líka. En Nágrétari er frábærlega að spila. Veitu, og Biggi tipjar inn, Biggi alls konar klandri, þeir líka, ok. Middle tower is under attack. AH eSports eru bara algjörlega að taka yfir hennan leik. Það mun middurnin væntanlega falla. Frábært voiceline hjá Vigni, það verður aldrei þreytt. Radiant's
Radiant's middle tower is under attack. Við þurfum þetta að halda áfram þessu tempói. Verða að reyna botlinin líka eða er á rósi. Við erum með allt í lagi. Ok, þeir reyndar ekkert með það gott rósli. Bara með mínus almanum frá slartar en engan til að lemja hann almennilega. En þeir þurfa klárlega að halda þessu tempo uppi það því að þeir verða átskeila frekar hart seint í leiknum. Já, Grétar þetta. Grétar nær að blikka út. Og harða sprettum. Meðan Chromium að splitta. Ég er að taka toppturnin. Hann fellur hérna. Þeir eru með frábæra vörn hérna. Já. Bara augra á meðan midda pushast svolítið harkalega líka. NLG byrjar að íta frekar hart. Já, Magnússon TPA inn. Clarity er dykt á hættulegum stað. Hann er ekki að hræddur við neitt. Baka, nei, náður hann ekki. Virtist Axi á Magnússon. Já, ég held að þunglindubundur hafi tekið skyndi zoomfund við sálfræðing í hálfleik og mætti vel gíraður í þennan leik 2. 4 manna smók múti 4 manna smók. Það er Rós á Next Level Gaming og AH Esports virðast vita því, er að leita þér. Þannig að byrju Eyjablastir skannað út. Eyjablastir hittir. Þeir eru vel staðsettir hérna samt. Sjá Grétar, hoppa inn, beint á Grétar. Þetta þarf að bakka. Þessa gólum kemur út. En Snævar er dauður. Og þeir finna Warlockinn, Biggi er í alls konar krandri. Sankingin byrjar að byttu núna. Já, AH Esports segja bara takk fyrir þetta. Nei, byttu Rósan alltaf yfir. En frábærlega gert hjá AH Esports, þeir voru fljótar átt að sjá því að þeir voru farnir í rósbyttu og fljótar að skanna og Eyjablast þá. Og NLG geta bara ekkert kontestaði, notu Golem, notu Arena. Fengu ekkert út úr því nema Lich Kill. Það Grétar að vera ruglaður eða hvað. Þetta er Aegis á slardarinn. Frábærlega spilað. Við þurfum bara, já, halda áfram með þessari keislu. Við þurfum með öll abilities ready eða nema. Það er bara go. Ekki leyfa Next Level Gaming að farma sig aftur inn í hennar leik. Þeir eru að rústa þessum tímfættum. Og virðast einhvern veginn, já, fá svo gott jump með þessum slardar inn á Sankingin Marsin eða eitthvað. Sankingin með bara engan armor, sko. Það slardarinn gjörsamlega hakkar hann. Þetta er svolítið svona glass cannon build hjá Sanking. Þetta er ekki að Blink Axe dæmi. Bíddu. Chromium í... Já, hann er... Vignir hefur verið eitthvað smá hræddur þarna. Hendi bara út últi. Þeir eru alveg að halda góða network. Þeir verða bara einhvern veginn að reyna. Það Next Level Gaming er að gera mjög vel með þessum lanes harkalega. Þeir bara komast valla yfir miðju þó þeir séu með network lead og eru að vinna alla þessa fæta, sko.
alltaf með svolítið mikið wave, bara safe wave clear fara svona Terrorblade sem er endurist að toppweiði. Eyjablasti hittir líka, já, Clarity að þetta er mættur hana, hotja stunni en endar við að falla samt. Það er svolítið ambitious tipi út hana en það eru þeir, hvað er hérna? Þeir ætla að reyna að finna Chromium. Starterinn byrjar að, hann er búinn að merkja hann á manta samt. Þetta er Marsin finna og vel spila hjá honum. Jacob er inn, Gretar fallir, Chromium. Ok, fær hjálp, droppa gólum, en RP, Adam, fyrir hann aftur inn, fyrir að chase hann, nær út söndurinn, en hann er svo low, þeir ná Chromium. Adam í vesinni, fær spjóti í smettið. Starterinn vill meira. Byrjar að hakka. Já, nær Warlocknum. Og fær Goleminn, 100 gull. Eyjablasti. Gott. Aftur frábær tímfætt hjá AH Esports og lítið heldur bara fram að stækka. Áður líka að drepa Chromium sem er mikilvægt kill. Og já, á meðan er ekki þetta mappressure meðan hann er átinn. Það er Lich komið með núna, hann er komið með blink, hann ætlar að fara í alls konar veislur. Octarine líka og Zeus, alveg mikið það. Er að fara í Mjölni á Slardar, ok. Hann vill þá bara byrja að skeila, þess að hann er ekki að fara bara í AC. Vill reyna að farma með áhugavert. Getar alltaf í solo killið hérna bara að nýta últiðin, já. Byttu. Ó, hann hitt hann ekki. En Lichinn mættur og reipur sanging baka. Holy, vel spila hjá Vigni. Já, þetta er þetta góða punktur hjá Bergur að þeir eru alltaf með hennan AA. Þeir eru með RP, skilur. Og gerir mikið damage, þannig að ef þeir ná að halda svona áfram í leikjum, þá er það bara jákvæmt fyrir. Og AH Esports vanta núna er þetta mappressure. Engin með Helm of the Dominator í þessum leik. Voru við liði. Komum við hérna Warlockinn. Alveg að þetta í Axe á íginum. Ævar sem er að fara í BKB. Gretar að fara í Jú. Reyna að lifa aðeins lengi fætum og Slardarinn af sig. Við ná eiginlega ekkert manna, byttu, Awesome og finna Warlockinn hérna mitt, vel spilið heim. Ég veit ekki að hverju Hópa var einn svona langt upp, en það er einsta fjármanna smók, vilja fæta meðan Hópa er dauður. Ekki líka er ekki neinu standið til að fæta, það væri mjög sterkt að þeir finna eitthvað núna. Það strekast á Bigga bara hérna. Biggi, já, það er ekki alveg að sína sig. Þetta er fyrir sjá. Snævar á að drepa hann, ok, vel spilja á þeim. Og það er pingað T-Rex-turnin. Let's go. Aftur byrjar að splitta hér hvar allar hinar eru. Já, samt að netúrlítið er ekkert að stækka meðan þeir eru ekki að fæta, sko. Verður að reyna að halda upp í þessari pressu. Komið líka 20 talin á Slardar. Ég er smá spurningamerki um við hérna Mjölni. AC hafi ekki bara verið
betra. Hjálpa liðinu á móti Template og á móti Sun Kings með þetta Axe-build. Sun King, já, fær hérna, notar ult á eigin, fær honum. Á ekki blink, Slartan samt með blink, þeir eru að leita. Scanning for Og enemies. bara labba í trjám. Er ennþá að leita. Ekkert samt. Óttaður. Bakka það. Býtu, Chromium hérna. Þeir finna Chromium. Þeir sprengja hann bara. Shit. Frábærlega spilað. Hvernig spottuðu hann? Eru þið með eitthvað vision hérna? Þegar þið sá hann að geita. Góðu vortina hjá Arni. Og ættur að reyna að venda þetta púst. Hann er líka með hann power. Ég sé á spurningamarki hérna mjölni. Það er kannski líka fínt svo sem að díla við frá bleitunum og smá mixed damage inn í þetta. Eru smá splittar hérna bara frí. Kemur eftir mestalagi 2 og 20. Og með Axe er að fara í hæja líka. Komin með Vardar er að fara í náttúrulega Harpoon síðan Asian. Bow er orðin ansi stakkaður líka, komið blink. Hæja Sans að fara í refresher, frekar klassist build á Zeus fyrir utan kannski blinkin. Þegar hún er bara að setja sig betur í þessum teamfightum. Chromium komið Skadi er með HP. Orminn að grípa hann á honum bara frekar hratt hérna. Já, ok. Bow fær hérna Lightning Hands. Prince er í klandri. Hann snýr sig bara við og dreipur Gretar. Byggi kemur inn. En hann eiginblastar, hann dæði líka. Fresh Prince. Hann fellur á endanum sentry hérna. Nei, þetta er þeirra sentry. Byrju. Warlockinn er sóttur, hann hendur út Golem. Adam í fyrstni. Hann bara murkar hann. Murkar Goleminn. Marsin ásamt ennþá inni að rýna, þeir þurfa að passa sig, það er ekkert BKB í búði. Þeir átta svo því og bakka, en þetta er aftur 3 fyrir 1. Enn eina ferðina í þessum leik. Og vel spilaðar fætina hjá AH Esports. Tapa líka engur hvor, þeir eru bara að tapa þessum sportum. Þó, ennþá með 0 deaths, Slartan er bara með 1 death, Magnus með 2 death. Þetta er bara frábæla að spila á AH Esports. Vel spila hjá Vigni líka að það verður að pinga eitthvað í old chat þó hann sé dauður. Það maður með svona 1500 behavior score. Ótrúlega hann geti pingað yfir höfuð. Það var bara frekar stutt í refresherinn hjá Rose er komin aftur og Next Level Gaming vita það. Eru svona að taka yfir þetta svæði. Þau ekki spottar á vordunum með jásamt væntanlega Astral Spiritin. AH Esports er eiginlega bara að spila vitlaust með mappinu núna. Prinsaleg. Chromium er ekki nálægt, þannig að þið mun ekki ná Rósið. Það fá TP.
gaman að smók hérna hjá Next Level Gaming þegar það. Bort hérna. Bóta samt ekki slardarinn. Slardarinn er frekar framalega. Það hleypir beint inn, já. Lingar áfram. Vá, það eru svo hrættir sko. Bíddu. Fresh Prince finnur Hobo. Já, Hobo er sprengtur. Gott pick-off hjá þeim. Chromium á meðan er að pússa út botveifinu. Gæti alveg mögulega að fengja hennan turn. Getur svarað þessu á leiðinni yfir. Spurning fellur bara. Get ég í... Get ég. Rósan öskrar. Gaming eru á svæðinu. Það er bara 20 sekúndur í Hobo. Þannig að þeir vilja örugglega ekki gefa þetta frítt allavega. Það skáta hérna með bygga. Það smókaðar samt. Vardarinn hleypur upp. Hér bygga. Og hann er sprengtur. Bíddu. Gretar tippið er inn. Þeir finna Lich-in, ok. Nær hann að henda einhver út. Hann hendur út. Chromium er döður. Chromium er sprengtur. RP notað. Það er ekki... Það er samt Golem í búið. Buyback Biggie. Er alltur. Og hann er sprengtur. Buyback Chromium líka. Þeir ætla að fæta þetta. Rosamá fellur núna. Húsin hoppa burt. Þunglundum myndir að hoppa líka burt. Sér DD ætla að taka það. En þetta eru svo... Frábælega að spila hjá Clarity Attack líka. Hann kemst út. Þetta eru þá... Tvö buyback, Big frændi á ET-inum og Chromium á terrorblöytunum buybacka fyrir hann að fight. Og á móti kemur að slardarinn fellur. Rose stendur ennþá uppi, Deithalus kominn á sankingin. Hann er bara full glasskanon eiginlega. Ætti greinilega við Júlsinn. Komið 25 á low hérna með levels. Þið það í. Gott. Yeah. Er ekki formtósinu. Já, Chromium og Hilmir toe-to-toe hérna bara í hero level eiginlega. Gáma Susan er langt formaður. Chromium að fara í Butterfly. Rose mætti bot. Finna hérna... Já, finna Clarity Addict, ok. Gott pick fyrir þá, en slardarinn er að respawna. Spurning... Viljið verðin að taka Rose strax. Eru spottaðir. Þetta er fæta, það er ekkert buyback á eigi heldur. Biggie mættur inn, þetta Biggie óvart með þetta allkast held ég, hann er bara sprengtur. Og Lich-in er mættur inn. Hvílíkur fæt. Lich-in fellur samt, en Arena notað. RP á Chromium. Þeir drepa Chromium er dieback. Það eru 3 fallnir hjá Next Level Gaming. Nævar er að reyna að hlaupa burt, en Susan er mjög sterkur, er ekki að leyfa honum að blinka. Og þarna kemur Vardarinn og þeir drepa hann. Ætlar að fara aftur Rose, þeir ætli Roseinn. Engin Chromium. Gitt maður. Knocker off. Wastelandið sko. Hvað, $20 sko til að spáma þetta. Er veikt. En já ok, þeir fara að pússa. Þeir vita að það er buyback á terrorblade. 20k lead hérna fyrir AH Esports. Við erum með algjörlega með yfirhundina allan leikinn. Komin eigjöndisk líka á eigin, bara frábær item til að kaupa hérna. Er slardarinn, hann er með Q-an upp engkopja. Það að Chromium kom með
Butterfly, en ég meina hann var komið Butterfly í þessum fight og það einhver máli. En mér sýndist það allavega hana. AH Esports eru komnir hægrátt í fyrsta skipti í þessari seríu. Axlar Gaming geta eiginlega ekkert gert á meðan 5 sekundir hérna í Sankingin. Þeir eru bara með svo ömulegt tower push. Eru þá allan með AC-in, þeir eru allan bakka núna fyrir rós. Okay. En þá 30 sekundur. Rómi. Hópa búinn að gera vel samt að pussa þessu hoppleina alveg út. Rósan öskra aftur. Þeir eru vilja eitthvað contest þetta samt, en ég held að það sé bara allt og sein. Kominn Aegisinn á Slardar. Bara kveikja á buyback status nú. Kominn Refresher líka á Magnus og level 25, hann er með, hvað er þetta, 4,3, hann er með 8,6 sekundna RP ef hann tímasetur að fullkomna. Það er ekkert grín fyrir Rómium að fæta inn í það, sko. Bara, þú veist, þó að á blaði er Next Level Gaming með miklu meira teamfight, þá er samt AH Esports bara að spila þess að teamfighta miklu betur. Og eru með meira impactful spella í þessu eigiblasti, RP. Fresh Prince búinn að spila frábæla á þessum Lidge, ég ætla að veit að vona að Young Poddler væri stoltur. AH Esports er að leita. Eru ennþá bara í vesinni með þessi waves, Chromium og hópa á endalaust að pussa þessum sætlinum út. Kominn Axe á Warlockinn að fara í Hortósi! Hann nær Gretari! Hann nær ekki stöðinu en Gretari fyndin. Og það er ekkert buyback á honum. Vantar 500 krónur í það. Þannig að AH Esports ætla að pussa hérna á móti. Er þetta að reyna að dýpa þessum waves. Getur Súsn ekki bara að fara í TP boots. Það verður bara aðeins að pussa þessu waves og fara í TP boots. Ok, Slardarinn er mættur á hægrandi á ný. Fyrir að lemja. Með Lotus á sér. Marsinn í alls konar vissinni. Lói kominn tilbaka. Refresher. Drepa Marsinn. Hann á bæbakrindar. Það eru við samt frekar splittaðir. Fyrir að passa sig. Ok, þeir bakka bara eftir þetta. Vel gert við þeim. 25k network lead fyrir AH Esports. Hvað ætli verið síðasta itemi Chromium í staðinn fyrir þetta Falcon Blade? Þannig að þarf hann ekki bara G og B eða jafnvel blink og leyfa, þú veist, leyfa hinum að koma út göldunni sinni fyrst og þá getur hann komið inn eftir að búa allan að eiginblasta á eitthvað vesen. Já, AH Esports þurfa bara að fara að hendi í einhver TP boots og reyna að díla við þetta hitpush eitthvað betur. Þeir eru ekki að finna neitt. Aegisinn 1,5 mínútu eftir á honum. Ætla sýnist mér að klára bara tier 2 bot. Fresh Prince tippir henni tilbaka, venda turnin. Þeir þóra bara varlega að sýnast. Já, Slardarinn fer og bakkar turnin. Ég held að verði bara að fá súsynninga. Bara TP boots, por favor, sko. Chromium sendir bara inn fleiri og fleiri, sko.
Þeir eru bara að missa Rax miklu hraðar sko, en þeir eru að taka þau. Byrju. Horntósið á Hóbó. Hóbó er dauður, næri ekki að gólum og hann á ekki bæbak heldur. Hann á alltaf gull. Hann var að kaupa refresherum. Rísa úlsamt hjá Gritari. Osamo, BKB. Marsin er dauður. Hunglundur myndir refresher. Það eru 4 dauðir án bæbak hjá Next Level Gaming. Og þarna kemur RP-ið á Chromium. Hann er bara þeir drepa Chromium en hann bæbakar. Og núna er Sanking líka komið bæbak. Magnusson fellur, en hann er ennþá með, já, Eidisin er renn út. Þeir geta alveg haldið áfram held ég. Eigiblast eftir 10 og Lóu er bara eins feskur og hægt er að vera. Þeir verða að fá eitthvað út úr þessu sko, þeir geta ekki leyft þeim að komast upp með að vera 2 á lífi og ekki mist vera byggingar sko. 37k network á allt og Hilmir mættur að lemja turnin. Er að taka svolítið harras. Það er Warlockin og Elditæðan respawna. TP boots, please, strákar. Þið þurfum TP boots, sko. Halló, 8 á skull, sko. TP boots. TP boots. Þannig að þetta í hex líka á AI. Til að vistóminu með þess að Máli er bara að Next Level Gaming eiga svolítið inni ennþá. Þannig að Marsin er ekkert... Ok, hann er reyndar komið... Já, hann er að fara í refresher. Sanking er að fara í... Hann ætlar ekki í BKB, hann ætlar að fara í bara... Evanarspor. Ok, bara meira damage. A soldier's fortune. TP boots, please, er enginn komið TP boots? Byrjuðu það er eiginblast topp. Þeir finna Hilmi. Frábælega að spila hjá NLG samt að finna Hilmi hérna einan. Það sem Splitputsi gerir fyrir og það er alltaf einhver sem þarf að svara þessum waves. Æ, please, sko, ég þarf... Var sem er sjart, já. Vel spilað hérna, þeir eru að reyna að íta út þessum leinum eitthvað tilbaka en... Það er 33k lít og þeir eru að bíða á hægrann, sko. Þetta er galið. Það er engin með smók. Hver er smókstaðan hérna? 30 sekundur hérna í hinn aftur. Eiga 1 smók allavega. Bannan í búðinni. Biggi er líka bara að fara all out damage. Hvað er að gerast hérna? Það er hópur í fressir búði en ég finna sko að Adam er búinn að eiga frábær skewerplays í þessum leik. Alltaf að finna góð skewer target hérna sko. Ok, Slardar er komin aftur. Það er að gera eitthvað sko. Please, TP boots. Come on sko. Þú veist, halló, TP boots.
1:40 í rós. Það þóri ekki einu sinni neitt af voicelan. Hjartið er svo tómt. Það er enginn í stuði, það er allir að taka sér Scanning for alvarlega sko. enemies. 5 manna smoke hjá Nexl Gaming, nei hjá AH Esports. Þeir eru að rappa í kringu á hérna. Þeir skanna, þeir sjá Snævar. Snævar er sprengtur. Finnar eitthvað meira. Grétar, hvernig er það últinn? Hópa og tipja bara burt. Já, það er tipja bara burt, ok. Halló, húsa út sko. Húsa út. Guys. Út, please. Þeir eru að horfa á replayið sko. Það er enginn í liðinu sem mann eftir típibú. Þannig að þetta er góður item sko. 53 mínútu er þetta betur en Bramboots. Shit, ok, það er 2,5 bætbaki hjá Chromium sko. Og tanking. Það er hálf mínútu í rós. AH Esports eru búin að þrýsta NLG aftur inn í baseið sitt. Rós er kominn og þeir ætla að taka hann. 2 mínútur í þessi buybacks. Súlt skátar á, enginn er nálægt, þetta er frýr, Rós, þeir vilja ekki contesta þetta, þeir vilja bara fæta á hægrundinu býstum. Það er refresher á AA. Hvað er að gera svona? Er enginn vann eftir þessum með það? Eitt sko. Þetta er agalegt dæmi. Hvað er network? 40k network. 8 alveg kaupaði típi. Hortósið! Ábygga frænda! Djöfull er þetta langt hortósmaður. Byggi er sprengtur. Og Snævar nær að rýna á litsin á móti. En það gerist ekkert meira. Hann er ekki ennþá komin í fresher. Núna er go, strákar. Come on, sko. Þeir eru með cheese, þeir eru með refresher á AA. Þeir eru með refresher Magnus, þeir eru refresher Sú. Slarda sem að hakkar allt. Koma svo. Í sko. Á Chromium. Gólemaður. Þeir sækja samt Hobo. Það var að drepa hann á hann nær úr fleiri. Ok, hann hendur úr fleiri gólumum. Adam er döður. Hann nær ekki út RP. Chromium er í bakgrunni. Grétar fellur. En Hilmir deyr. Chromium er triple kill. Það er buyback á Magnus. Það er allir að buybacka. Hvað er að gerast hérna? Hilmir buybackar líka. Þeir ætla aftur inn, þeir eiga RP og það er Marsarinn í boði en það er ekki Tanking Epicenter í boði. Það er engir gólemar í boði. Er þetta stundin það sem AH Esports er að taka leik frá Next Level Gaming? Jafna þessa seríu. Adam nær í Sanking. Oh my god, hann nær í Sanking, hann á ekki buyback. Warlock buybackar hérna. Hilmir er að berja, hann Hilmir byggja eitthvað fast sko. Það er 30. Bíddu, hann er skjótaður aftur inn. Hann þarf passi, hann á ekki BKB. Þið verða að hjálpa hann. RP, please. Bara RP. Já. Það er döður á buyback, en það er annað RP. Chromium á sem buyback, hann buybackar. Skjúrar inn, Biggi fellur. Snævar. Alveg að falla, hann fellur. Chromium er komin aftur inn í bardagan.
Hvað hlekkur er þetta? Ég veit ekkert hvað þetta. Shit. Þetta er svo tensleikur. Það er 40k network lík fyrir allt og heimska. En, slardarinn aftur. Bíðan sko. Fuck. Hvað er að gera? Sko. Tíu skull, halló. Þú er 53 mannar í þetta, sko. Please, TV. Einhver. Adam, TV boots, ekki buyback, sko. TV boots. Hann sér TT á. Þetta er svo stressandi. Komið BKB sviftblink á tarrublitin. 46 hvað network sús. Almáttur. 3 hetjur level 30. Við erum að fá 60. Þá engin buyback nema sús og AA. Komin eigjandis líka Warlockinn. Vindveikar á Magnur. Ég komið Daedalus að fara í Nullifier. Almáttur sko. Gefti TP boots. Let's go sko. Dullir ánægð með þetta maður. Vá sko. Og núna bara moonshard á slardarinn sko. Já, hann getur næstu keypt moonshard. Eitthvað. Það er 5 manna smókur væntum og 4 manna smókur hjá Nextlevel Gaming. Ís, dúka þetta, dúka þessi creeps. Veif sko, ís. Það er 10 manna smókur. Nextlevel Gaming er að pussa á meðan sko. Eigin er að TP inn. Já, eigin TP inn. Þannig að gera. Það er ekki að TP það. Núna er hann að TP. Gott, bitch. Heistaður hópa á hlaupum. Hópa á brekar. Hann nær út gólum. Það er ekkert að rýna að koma með hann. En, oh my god. Nú, þvílíkt damage frá Sankey. Það eru 3 dauðir í AH eSports án buyback. Ertu að grínast í mér? Not like this, sko. 3 mínútur í buyback. Er NLG ándurs að fara að kompaka þennan leik eftir 40k network deficit? Almáttugur, sko. Hún er með 1. Hún er með reynd strax í hana. Ok, hvernig laga ég þetta sko? Sko. Hljómum á metamorphosis þetta sko. Það var að leita. Grétar hoppar inn. Að rýna á smá og döður. Nei sko. Nei, ég trúi þess ekki sko. 20 sekundur í startarinn. Þeir eiga ekki kliff. Ég trúi þessu ekki. Nextlevel Gaming er ándurs að taka hana leik.
hvílíkur í leikur. Shit. En frábært að spila svo til Next Level Gaming að lokum að ná að koma tilbaka í leik 33-56 og þeir fokki vinna. En skapið frábært að spila líka hjá AHI virkilega flottur leikur hjá þeim og að bara svona vantaði herslumuninn til að klára það sko. Já, nefndi einhvern MVP kannski. Og ef AHI Sports hefði klárað hann leik þá hefði örugglega gefið bara ég veit ekki hverjum þeir og allir flottir sko. Adam, Vignir, og bara Hilmir og er að gefa MVP. En annars átti Chromio náttúrulega algjörðan flottan leik líka ekki í þessum betum en bara varandi það að pússa endalaust út sætlinn sko, það var svo ógeðslega erfitt fyrir AHI að díla við það, maður sá það alveg. En já, ég trúi bara ekki að NLG hafi unnið. Trúi því. Það vantaði bara herslumun, vantaði TP boots bara 20 mínútur fyrr og pússa út þessum lanes betur sko. Já, þar með held ég að ég líka dreymi bara. Þakka fyrir áhorfið og já, ykkur að horfa á 10, ég ætla að fyrir áhorfið og